Guðni, til hamingju með þriðja sæti í vali á hlaupi utanvegarhlaupi ársins, Mýrdalshlaupið. Takk hérlega fyrir það. Hvernig leggst þetta svo nýði að fá þessu viðurkenningu og síðan að undirbúa núna hlaupið í ár? Bara mjög vel, það er alveg frábært að fá svona viðurkenningu. Við höfum ekki verið tilnefnd áður og ekki fengið svona viðurkenningu áður, þannig að þetta er bara alveg frábært. Og já, varandi undirbúningin, hann bara er í fullum gangi. Það er alveg uppselt í hlaupið einmitt og bara skráningin gengur mjög vel, þannig að það er bara mjög skemmtilegt. Nú eru þið svona komnið svolítið, ég man fyrstu árin þá var það önnur hlaupaleið og ekki alveg sömu vel, þið svona eru svona búin að festa svolítið að það ekki leiðirnar. Jú, við viljum meina það sko. Þetta var haldið í fyrst skipti 2013, það var bara 10 km hlaup í boði. Og síðan bættum við 20 km vegalengd eða 21 km eftir við hvernig maður talar. Því var bætt við árið 2019 og síðan þá hefur hlaupið bara vaxið jafnt og þétt sko. Og við fórum líka í svolítið svona herferð, getum við sagt, að markaðssetja hlaupið þá samhliða þegar við bættum við vegalengd. Hvernig myndirðu svona, þú veist að þú náttúrulega hefur væntanlega sjálfur hlaupið allar þessar leiðir sko. Svona miðað við, hvernig eru þessar hlaupaleiðir, ef þú myndir svona að segja til 20 km leiðin, hún er nokkuð krefjandi það ekki? Jú, þetta er ansi krefjandi, þetta er, ég held ég geti bara sagt erfiðast 20 km hlaup á Íslandi sem kemst í sko, allavega það sem ég hef skoðað og tekið þátt í sko, þannig að það eru 1000 hæðametrar og það er talsett svona, getur sagt svona þungir stígar eða svona þungt færi skilur, þú ert svona að fóta þig svolítið og þannig að þetta er alveg mjög krefjandi. Og 10 km hlaupi er svona krefjandi að vissu leyti sko, en vel viðráðanlegt, ekki satt? Jú, klálega. Ég myndi segja að nánast allir geta farið í 10 km, en þú veitur kannski aðeins að hugsa áður fyrir 20. Er eitthvað sem að þú sérð fyrir þér að þið getur lagað eða bætt eða eitthvað frá hlaupinu í fyrra og fyrri árum? Eða bara eru þið komin að góðan stað með svona framkvæmdina? Það er ekki margt sem ég er með í kollinum, en ég er bara forvitin að skoða líka betur sundurliðun á hlaup.is á einkunnagjöf og svoleiðis. Það er gott fyrir okkur að sjá svona hvar við erum að fá lægri einkunn sko. En þetta bara, við erum bara bjartsýn og brött sko. Frábært, aftur til hamingju, gangi ykkur vel. Takk hérlega.